allan hringinn. Næsta skref sem að þarf að gera, er þessi partur hér. Þessi filma er þeim galdri gætt að maður getur lagt hana niður og maður getur togað hana og teygt eins og maður vill þegar hún er heit. Þannig að maður þarf að hita hana pínlítið og þá getur maður togað hana niður á þennan sveig hérna. Og þarf þess vegna aldrei að klippa upp í hana. Ég ætla að sjá hvernig það gengur, ég ætla að hita þetta aðeins meira. Og þá er að gera að taka bara lítið í einu. Það verður kannski gaman að zooma aðeins inn á þetta. Þá hef ég puttana hérna undir til þess að styðja við vænginn. Nota þessa tvo hérna til þess að halda í filmuna. Hita með strauminu, toga. Læt bara þyngdina á vængnum hjálpa mér. Svona, færi aðeins til, hita aftur, toga. Og hérna, framfrá. Með hitan frá strauminu, teygja á filmunni. Þá næ ég henni hérna framfyrir. Nú get ég lagt þetta með sér svona niður hérna. Nú væri gott að hafa einhvern til þess að halda vængnum með hann. Þetta horn hérna sem er miklu skarpara, ég get líka gert þetta hér, sjáðu þið. Ég hita bara og toga þetta niður fyrir horninu. Svo sker ég þetta frá hérna og klippi það til og hitt kemur yfir. Aðeins betur hér. Toga, hita og halda á meðan það kólnar. Svona. Nú þarf ég að fara betur á allar brúnirnar. Ég ætla að festa frambrúnina aðeins betur niður. Hún er bara fest hérna alveg á blábrúninni og ég ætla að fara með hana þannig að það komi svona 90 gráðu horn hérna á þetta. Þá held ég við hérna, legg straujárnið á og velti því fram á frambrúnina. Þá fæ ég filmuna til þess að leggjast á brúnina. Svona. Til þess að geta gert það sama við afturbrúnina, þá þarf ég að skera hérna upp í hornið. Ég sé hornið hérna, ég get líka farið hinum megin frá, skorið hérna niður á skáút.
Nú get ég lagt þetta til og svo ég bara í og legg straujið niður. Nú þarf að fara með það alveg niður á, svona. Hér voru smá krumpur, þær fóru bara þegar ég hitaði og togaði. Svona. Svo er þessi partur hér. Hérna er ég búinn að setja náttúrulega film í, en ég þarf að taka þetta aðeins hérna yfir vegna þess að efri partinn þarf síðan að dekka það tilbaka. Hornið hér, það er langbest að klippa það eða skera, þannig að bara skera hérna á ská alveg við. Svona. Þá verður hornið svona. Byrja að toga hérna til og svo held ég hérna við og legg straujið að og velti því yfir brúnina. Svona. Nú get ég byrjað að snirta það sem á að fara. Þá er ágætt að til dæmis nota skærin, til dæmis eins og hér. Hérna nota ég bara þykktin á skærinu til þess að renna á filmuna. Þessir afgangar gæti komið sér ágætlega ef maður þyrfti að þeim halda, en venjulega hendi maður þessu bara í lokin. Svona. Þá get ég gengið frá þessu alveg endanlega og þá aftur velti ég straujárninu hérna upp á þetta til þess að fá það til þess að límast með hitanum. Velta straujárninu hérna inn á. Og þetta hérna síðast. Svona. Þá er það þessi partur hér og þá þarf maður að nota hnífinn. Það er langbest að gera það þannig að maður leggur hnífinn á yfirborðið þar sem að filman er og rennir honum eftir. Leyfir hnífnum, ég er ekkert að hamast neitt, ég bara leyfi hnífnum að vinna. Hann er alveg, hnífsblaðið er alveg glænýtt og flugbeitt. Það er langbest að hafa eins beittan hníf og hægt er. Ef hnífurinn er byrjar að toga í og festast og stoppa, þá verður maður að skipta blaðið. Það er kannski dálítið leiðinlegt að þurfa að vera alltaf að skipta blöð, en það borgar sig. Hérna líka, hér legg ég hnífinn bara hérna ofan í og renn honum svona eftir, þá fæ ég beinan og fínan skurð. Ekkert að hamast, ekkert að nota kraft, bara leyfa hnífnum að vinna sína. Hann er beittur og hann getur alveg gert það. Og svo er það vængendinn. Nú ætla ég að skera hann hérna aðeins niður á vegna þess að efri, það sem kemur á ofan á vænginn, það dekkar þetta síðan ofanfrá. Þá lítur vængendinn svona út.
og sjáðu, engar krumpur hérna á þessu. Nú þarf ég að festa niður það sem ég var að skera. Hérna gæti verið laust og þá er betra að renna með strauðinu bara á það aðeins og festa það alveg örugglega niður. Svona, nú er ég búinn að klæða neðri partinn og það eina sem vantar að gera er að strekkja hann. Ég ætla ekki að gera það alveg strax vegna þess að ég ætla að setja hinn megin fyrst og svo strekki ég báða.